Skúli Viðar. Skúli, nú Þórsliðið komið í Evrópukeppni og var að fara að spila við Bohemians. Þekkirðu eitthvað þetta lið? Nei, ég hef nú bara aldrei heyrt minnst á það, en ég held að okkar menn eru þetta að stríða svolítið, þannig að þeir halda þessi að fara að spila við einhverja skussa, en það ekki þannig. Skúli, þú ert nú gamall íþróttamaður bæði úr hokkíun og fótboltanum. Þú komst aldrei í þessa aðstöðu að fara að spila Evrópuleiki? Nei, þetta bara fjarlægur draumur og maður bara lifir í þessu núna og vonast þess að maður fá góða skemmtun út úr þessu. Kemur til með að sitja upp í stúku og hugsa, þarna hefði ég geta verið í því túr í dag? Það aldrei að vita hvað hugsunin segir manni, en viljinn hann fer með maður til langt eða maður ætlar sér það og ég ekki degi eldri heldur en ég Þú hefur fulla trú á strákunum, þeir geta til svona í alvöru strítt þessum írum? Já, ég hef alltaf sagt að við í Þór erum mjög heppnir með þessa ungu drengi okkar. Við hefum fullt af frábærum knattspyrnumönnum, það bara spurning hvað við náum útrúðum og hvað þeir eru harðir og það þarf að gefa þeim svolítið rúbröð svo þeir séu sterkari. Og lýsi? Já, má bæta það við. Skúli, þetta rökkaði tölu? Hvernig heldur að leikinni fari? Ég held að þessi leikur þarna úti, þetta kannski, ég veit ekki hvort að Þórsararnir tapa þessu kannski svona 3-0 eitthvað svoleiðis, en ég held að ég svolítið fast á þeim hérna heima. Ég held að þegar Mjölnismenn eru komin í stúkuna þá fara þeir ekki langt með þá. Og vinnur kannski leikinn hérna heima? Já, jafntefli kannski. Skúli, en þú verður á vellum? Já, ég læt sjá mig, þannig að það verður alltaf að hafa einhvern svona sem að sér svolítið yfir þetta og hvernig þetta Skúli, ég ætla að vona og reynist ekki alveg sannspár en svona næstu því. Allavega hvað útileikinn var en takk fyrir. Já, sömuleiðis.